Ágætu sjómenn, við sem stöndum að þessum þætti, við óskum ykkur til hamingju með sjómannadaginn sem í dag og við trúum því að hann verði góður eins og í hinskiptin og menn hafi eitthvað fyrir sér snúð inn í þennan dag. Þessi dagur er svona sérstakur dagur sem að allir vita svo sem hvað snýst og hvað fjallar og þar svo sem ekkert að vera að breyta honum neitt mikið og það er allt í lagi fyrir okkur sem að trúum á Jesú að minna á Jesú og hann er líka og vill við að fá að vera með og sumir sjómenn svo sem leyfa honum að taka þátt með sér og eru því til fyrirmyndar að því leyti til. En það er hvatningin frá okkur til ykkar að þið gefið Jesú líka tíma með ykkur í Jesú nafni. Sjómenn landsins eru landsins gæfa. Frá öndverðu hafa þeir fært Íslendingum björgin heim á silfurfati og uppskorið ágætis laun fyrir vinnu sína. Alls konar hefur gengið á í stéttinni. Fræg er vinnul þrælkunni sem viðgekkst borði í fyrstu togarunum. Togararnir auðvitað voru blessa lán en sá hængur á að gleymst hafði að undirbúa verkið og gera ráðstafanir hvernig öll vinnutuglegum skyldi framkvæmd. Enginn til að byrja með virtist átta sig á að togari dregur sólarhringur saman og eftir sér vörpuna og veiði í að hvíld væri mannskapnum nauðsynleg. Svo hófst útgerð og skipin héldu til hafs án þess fyrst að hafa verið gengið frá öllu viðkom vinnutíma og vinnutuglegunum borð. Útkoma var að mennirnir vöktu dögum saman og meðan fiskur enn var undir. Eina sem hamlar togskipi veiðar eru veðrin. Síðan, löngu síðan, áttaði fólk sig á þessu að væri ótæklegir. Atburðarásin var ekki bárulaus og lyktin þær að sjálft Alþingi Íslendinga greip inn í atburðarfalla og setti utan á máli lög og lágmark hvíldarlög. Þá fyrst komust á vaktir sem til að byrja með voru 4 klukkutímar sólarhring sem smá saman var bætt við 12 tíma Skráning sögunnar er ofta ábótavant. Lengi vel skráðu Íslendingar engin sjóslys sem gerðust í þessu landi né hirtu að hafa í tæku formi fyrir aðra að glugga í. Þeir hugðu ekki að framtíðinni. Að skrá engin sjóslys og alvarlega atburði sem eiga sér stað gerir að verkum að framtíðin fær aldrei neitt þá að vita og getur verið vond. Framtíðin hefur rétt á að vita sumt úr fortíðinni. Skráning atburða mætir því og hefur margþættan tilgang. Eykur fólki þakklæti fyrir það sem þegar hefur áunnist og sér bjargunaraðgerðir heppnast. Skráning er ætluð mönnum til að læra af. Skráning sjóslysa er partur af sögu þjóðarins og Íslendinga sem hafið umlykur og á köflum háskalegt að ferðast Sjóróðrar voru þjóðinni sitt lífsins akkeri og meira áður fyrr en nú.
Hér í dag stundu alls konar framleiðsla. Komi stór eyða í sögu landa hefur skeð tjón sem erfiðlega mun ganga að fylla í vegna gagna sem hvergi eru til úr sögunni til að fylla með. Áhöld hvort nokkur gögn hafi verið útbúin. Og komandi kynslóðir missa þekkingu en þó arka sömu fold og forfeðurnir og sækja saman sjó og þessir menn. Skráning gagna hjálpleg. Í þessu ljósi hér talað tjón af fyrst og fremst hugsunarleysi kynslóðanna. Þjóð sem sinnir ónógri skráningu sýnir af sér kæruleysi. Lengi má bæta verk og hefur gríðarlegt bylting orðið í allri skrásetningu. Allt vegna þess að menn vöknuðu. Hvenær skráning hófst tengd sjó og sjómennsku ekki gott að geta sér til en samt líklegt að hafi hafist á 20. öld og eftir að lögleitu dagsins ljós þetta atriði. Heyrði stjórnvöld ekki mál gerist frekar fátt. Þau eru visst drifkraftur í alls konar málum. Öndvert við einstakling sem hefst handa en færi frekar litlu áorkað í stóru myndinni. Og þetta býr til eyðu í söguna. Hver ástæðan að menn voru lengi að taka við sér alla skráningu sjóslysa ekki gott að segja neitt til en leiða því líkum að hafi verið vegna tilfinningalegs gildislýsisins fyrir stóran hóp aðstandenda og menn svona vilja hlífa þessu fólki til að það fengi fyrir gleymt hörmulegu atvikinu. Önnur skýring gæti einnig gilt hér sem að pappír hafi verið á skornum skammti og að þeim orsökum verið erfitt að skrá niður verk. Einnig mögulegt að sjósleysi fjöldi manns drukknaði í væri ekki talin til merkis atburða þó sagan og framtíðin gæti vel komið upp með þá ályktun. Skráning gefur gleggri mynd af allir atburðarás og sín heimild. Líka mögulegt að á tíma dönsku einokurinnarinnar að Danir hafi ekki mikið att þjóðin út í neitt svona lagað né hvattelt á það, né sjálfur hirtum að skrá atvik tengdum sjóslysum. Vitað að tími einokunarinnar í landinu var íslenskir þjóð engin sælutími, heldur tímabil fullt boða og banna. Eina sem dönsku kaupmennirnir voru uppteknir við var að færa afrakstu verslunar sinnar út úr landinu og beint yfir til Danmerkur og þar í danska banka og til þess séð að ekki yrði eyrir eftir í landinu, þar sem allur auðu var þó til í. Segir sagan að danskir sem stunduðu hér einokunarverslunina hafi, á allavega tímabili, verið með ríkari mönnum Danmerkur. Tími danskra í landinu var tími harðneskju fyrir hinn almenna mann að ljóst að íslensk þjóð á sér sína sögu að lúta erlendur ríki og búa við erlenda ánauð og sinnhátt harðaræði og maski þrældóm. Þessum parti hefur verið gerð ágætis skil í rituðu máli og vel þekkt saga hér á Íslandi og besta mál. Danskir gerðu út báta í að minnsta kosti Vestmannaeyjum á tíma einokunarinnar og höfðu þau forréttindi umfram íslenska útgerðarmenn að sjómönnum bar skyldu til að kanna fyrst hvort laust pláss leyndist á dönsku bátunum áður en þeir mögulega gátu kannað ástandið hjá íslenskri útgerð. Einnig þar höfðu Danir allan forgang. Könnuðu menn ekki fyrst máli hjá dönskum, brutu þau lög sem hægt var að sækja þó til saka fyrir. Á lögbrot hvarvetna litið alvarlegum augum og kosta menn sitt sé ákært. Skylda allra dómstóla að kveða upp sekt og sakleysi berist þeim áskæra. Svona gera lög landa. Dómsvöld og lögum ber skylda til að starfa saman og bara sum lög eru góð að vinna eftir. Skráning gagna hefur verið aflað með ýmsum aðferðum og oft seinni tíma vinna. Telur menn sem gengu landshluta á milli með skriffæri og pappír og skráðu allar munnmælasögur sem þeir komist yfir hjá fólki. Allt til að færa þjóðin og efla henni skilninga á eigin grunni. Munnmæli fólks teygði sig langt aftur í ættir og eru í dag taldir ómyndalegar heimildir. Hvenær verk þetta hófst ekki gott að segja, né heldur hvort ríkisvaldið kom að máli. Skráð sjóslys.
Skráning atburða má líta í ákvæðum augum. Skráningi gefur mönnum færi á að gera samanburði til að mynda formi talna sem öndvert gefa niðurstöður sem bæta verk dagsins. Sé ekkert skráð er ekkert til að bera sig saman við. Við sjáum gildi nákvæmra skráningar að hún hefur mest gildi fyrir framtíðina en minna andartakið. Með réttum aðferðum við skráninguna komast á mál skikk. Af öllu slíku má læra. Ótækt er að láta heimildir fara forgörðum og er algjör óþarfi. Margt bendir til að aukin kennsla og almenn skólaganga sé aflið sem drífi mann og konu til verksins. Kennslan víkkar sjóndeildarhygg fólk og það lærir aðferðina sem eykur því áhuga. Slysavarnafélag Íslands. Árið 1928 var Slysavarnafélag Íslands stofnað. Tilgangur og markmið félagsins er að róa því öllum árum að fækka slysum til sjós sem orðin voru of mörg og með of mörgum drukknunum sem olli fjölda fólks of mikilli sorg og gerði fjölda barna á hverju ári föðurlaus og konur á besta aldri og í blóma lífsins ekkjur. Hörmulegt, en það sem var að ske hér nokkuð reglulega hringinn í kringum þetta land í of langa tíma í einhverjum stétt sjómanna. Þeir réru opnum litlum bátur þegar gaf á sjó og bjuggu í landi sem bauð þeim enga alvöru höfn til að sigla upp að og leggjast við. Landið allt var ein hafnleysa nema fjaran inn með skjól mögulega kletti. Svona var ásigkomulagið. Þetta fyrirkomulag mála er óskiljanlegt. Hafnleysan var vegna hugsunar sem ekki var til og ein rannsóknar efni hvernig gat yfirleitt skeð. Annað umhverfi blasir við í dag. Á margan hátt er 20. öldin merkileg í lífi íslenskra þjóðar. Að sjá vantaði þessa hugsunin í merkilega þjóðarsál og virðist ekki hafa fæðst fram fyrir heldur á 20. öld þó útgerð hafi hafist hér með komu landnámsmanna. Örlíti bar á hafnargerð manna, einstaklinga, sem reistu bátu sínum enga bryggju. Þessar bryggjur grotnuðu allar niður þó gagnlega væru á meðan þær enn stóðu og gerðu að viðhaldsleysi er eigendur þurfti þeirra ekki lengur við. Ríki getur ekki leyft neitt svona en að hætta í miðjum klíðum. Það hefur skyldum að gegna við fólki í landinu. Fyrir þessum að færa gild rök. Ríkið hefur fé af sköttum. Alþingi sér að leggja ríkisstjórnum línur og eftir gefa þeim framkvæmdar vald. Yfirvöld ýta af stað verkefnum sem að þeim snýr og sjá reksturallan. Í sögu sjósóknar við þetta land var vitað að sjóslys og drukknanir væru eins og framhöfu komið nokkuð tíð þó ekki sé slysasagan öll þekkt og að mikið skorti þar á. Samt eru til ýmsar heimildir einstaka sjóskaða sem landin mátti þola og má geta þess að 9. mars árið 1685 drukknuðu einum á sama degi 132 menn, engin smátala það. Hvar á landinu slysið skeiði er ekki getið né heldur hvernig slysið bar að. Aðeins heildartölur mannskaða standa eftir handa sögunni að rýna í. Þó líklegt að verið sé að fjalla nokkra báta sem hurfu í hafið í aftakaveðri sem endaði með þessum gríðarlega mannskaða sem vissulega hefur hoggið stórt skarð í mannlífs flóruna. Hérna eru til skráðar heimildir frá 8. mars árið 1700 en 136 manneskju fórust á einum og sama degi. Líkt og í hitt skiptið er heldur ekki getið með hvaða hætti slysið bar að né hvar við landið atviki gerðist en má eins og í hinu tilvikinu leiða því líkum að nokkra báta sé að ræða og veður vond. Fjöldi manns stundaði sjóun við strendur þessa lands á þessum litlu opnum bátum. Hafið gefur og hafið tekur er máltæki sem lengi hefur verið til á Íslandi og eru orða sönnu. Hafið verður áfram hættulegt yfirferðar og krefst ýtrustu virðingar allar sem það sigla. Að slysi og undanhaldi til sjós má þakka stærri skipum og byltingum öll öryggismál sem sjómenn orði virða og vilja hafa í góðu lagi á sínu skipi og líka Sæbjörgu skólaskipinu og kennslunni sem þar er borin fram og mönnum
gert skylt að sækja og útskrifast úr til að komast til skipsrúm, eftir því sem höfundi skilist. Ekkert af þessu gilti í þau 16 ára sem hann stundaði sjómennsku. Það allt kom eftir að hann steig í land. Guðmundur Björnsson landlæknir. Með þeim fyrstu sem lagði fram tölur mannskaða og færði fyrir máli sinu rök í tölum tíðni sjóslysa við þetta land Guðmundur Björnsson landlæknir. En hann var einn helsti hvatamaður á stofnun Slysavarnafélags Íslands og var fyrsti forseti þess. Guðmundur með fyrirlestur. Í fyrirlesti hann flutti mannskaða á sjó við Ísland sem hann hélt til ágóða fyrir sjóð sem stofnaður hafði verið handa heimilum þegar fórust árið 1912 en þar fórust 27 menn, segir hann á þessa leið. Það fallega gert að efna til samskota handa ekkjum og munaðarlausu börnum þeirra manna sem drukkna. En það ekki nóg. Við getum aldrei bætt þeim skaðan, ekki að neinu ráði. Og hér þar að auki að ræða gífurlegt þjóðartjón, sem iðulega á borðið þöð sem aðra þjóðir bíða í mannskæðum styrjöldum. 1906 drukknuðu af okkur 123 karlmenn, 1,5% af þjóðinni. Í franska stríðinu 1870-1871 var manntjón þjóðverða öllu minna að tiltölu við fólksfjölda en mannskaðar á sjó hér á Íslandi 1906. Og enn meira var tjóni hér miðað við fólksfjölda árið 1897, 1,6% og 1887, 1,7%. Við megum ekki við þvílíkum banabyltum hverri á fætur annarri með fárra ára millibili. Við getum ekki bætt þetta böl með samskotum. Við verðum að reyna að afstýra því. Þetta má ekki lengur svo til ganga. Við verðum fyrst og fremst að velja góða menn til að rannsaka sjávarútveginn. Það þarf að safna nákvæmum skýrslum skipakost, mannaval, sjósókn og sjómennsku í hverri veiðistöð á öllu landinu. Það þarf að útvega ljósa vitneskju það hvar slysin eru minnst og hvar mest og af hverju þau hljótast. Það þarf að koma föstu og góðu lagi á þessar rannsóknir og því næst fela einhverjum að halda þeim áfram og gefa út nákvæmar ársskýrslur fiskútveginn og öll slys sem af honum hljótast, eins og gert í öðrum löndum. Skörulega mælt. Slysavarnafélag Íslands 50 ára. 1978 var Slysavarnafélag Íslands 50 ára. 1978 var enn nokkuð í land með að ná þeim árangri sem orðin í dag, 2018, hvað allt öryggi til sjós áhrærir. Samt má segja að dropinn hóli steini því félagi vann og vinnur jafnt og þétt við að betrumbæta verkslag sitt og færa sjómönnum nauðsynlega þekkingu. Slysavarnafélag Íslands var af ríkinu fengið verkefnið að koma upp og sjá tilkynningaskyldu báta og gerðist eftir að síldveiðiskipið Stígandi SU sökk á leið til lands með fullvermi síldar 23. ágúst 1967 og hvarf og vissu menn ekki hríð hvað hann varð. Í ljós kom eftir umfangsmikla leit fjölda báta og flugvélar að bátsverjar voru allir á lífi og heilir og húfi en hrakist borð í gúmmíbáti skipsins í 5 sólarhringa. Snæfugl SU frá Reyðarfirði tók mannskapinn borð til sín og flutti áleiðis í land. Á einum stað voru mennirnir færðir yfir í Guðbjörgu sem sigldi með mennina til heimahafna Stíganda og Ólafsfirði. Slysavarnafélag Íslands í dag 2018 90 ára og var stofnað í janúar 1928. Smá sjómannastofur. Konráð Rúnar Friðþjófsson tók saman. Fullyrða má að í dag séu sjómannastofur á Íslandi ekki marga, né að hefð hafi skapast fyrir þeim og þær einhvern veginn hafi aldrei náð verulegu flugi í umhverfinu, þó hér hafi verið til sjómenn frá fyrstu tíð og menn sótt sjóinn fast. Einhver veginn hefur áhugann skort á slíkri starfsemi sem umhugsunarefni. Til að eitthvað endist þarf áhuga. Sjómannaheimili eru
voru allavega í mörgum löndum í góðum farvegi. Þau buðu sjómönnum vissa aðstöðu og hvatti suma af þeim til að líta við. Færeyska sjómannaheimilið Örkin, Brautarholti 29 í Reykjavík enn starfandi á líklega eina sjómannaheimilið í dag á Íslandi, en það færeyskt. Starfsemin í Brautarholtinu þó meira gististarfsemi. 2. júní 1991 var þetta sjómannaheimili vígt og fékk við vígslunarnafnið Örkin og var nafnið þá gert opinbert. 150 gestir voru viðstaddir vígsluna og kom 20 manna færeyskur hópur til landsins. Nafnið Örkin sótt í Biblíuna, Gamla testamentið, lét Jóhann Olsen hafa eftir sér í viðtali í tilefni dagsins, en hann maðurinn sem veitti heimilinu forstöðu og aðal driffjöðurinn í langri byggingasögu þess. Jóhann lét að vígslulokinni sjálfur að störfum og tók Síminn Hansen og kona hans Elín við keflinu, en þau frá Skópum, eyja í Færeyjum. Þó færeyska sjómannaheimilið beini eðlilega kröfum sínum mikið að færeyskum sjómönnum, heimilið samt opið öllum öðrum sjómönnum, hvaðan sem þeir koma. Rétt eins og Örkin, sem nafn sjómannaheimilisins dregið af, var hún ekki heldur smíði fyrir eina dýratögun. Pláss var í henni fyrir allar hinnar líka. Sama hugsun liggur á baki færeyska sjómannaheimilisins aðra sjómenn, réttur þanki. Bygging húsins vakti nokkar athygli í landinu og til menn sem létu hafa eftir sér að Íslendingar mættu sér að skaðlausu taka sér myndarskap Færeyinga til eftirbreytni og reisa íslensku sjómönnum veglegt hús og fara að reka hér alvöru sjómannastöfu. Sem á þessum árum, 1991, fáar eftir landinni og þessi ef til vill svo eina. Íslendingar eiga sér samt nokkra sögu af rekstri sjómannastofa, skoðum hana á eftir. Færeyska sjómannastarfið beindi mest kröftum sínum að eigin sjómönnum sem annað veifið komu við í Reykjavík. Lengi vel stunduðu færeyskir bátar útilegu og nótuðust við línu sem lögð var á grænlandskum veiðisvæðum og ekki óalgengt að túr bátana tækju 3 til 6 mánuði. Ljóst að færeysk sjómannastétt vel kunnug löngum útiverum, þó líklegt sé að annað veruleiki blasir við í dag vegna samdráttar í veiðum og aflakvótans sem gildir. Hvenær þessi löngu túra færeyskra fiskibáta hófust þekkir höfundur ekki, en mann sjálfur eftir þessu á allavega 7. og 8. áratug seinustu aldar sem fyrir kom að sjómenn spjöllu sín á milli. Oft svona spjall áreiðanleg heimild. Íslendingar vel kunni í löngum útiverum til sjós. Beittúra togarana tóku í sökum lengdar þeirra. Að ekki sé talað væru þeir 2 í röð. 2 beittúrar án viðkomi í heimahöfn stóðu á 3. mánuð. Síldveiðarnir norðursjó voru stremnar en samt aldrei verið lengi á sjó í einu og í mesta lagi nokkra daga í senn. Lengdtúra fóru þetta eftir veiði. Aldrei leiðinni sérlega langur tími milli þess sem komið var í höfn sem breyti miklu þó menn kæmist ekki heim til sín fyrir að 3 mánuðum liðnum. Norðursjóveiðar Íslendinga skiptist í 2 jafnlanga parta, sumarönn og haustönn. Svolítið annað að koma reglulega til hafnar en að velkjast út á sjó vikum og mánuðum saman og sjá aldrei til lands. Færeysku útilegubátarnir komu ekki að landi nema máski dagpart til að taka olíu og vistir eða eitthvað borð væri bilað. Gríðarlega breytingar hafa orðið bæði til sjós og lands. Með tilkomu gervitungla og snjallsíma minnka fjarlægðir allar með hjálp þessara einkennilegu en áhugaverðu tækja. Menn orðnir þeim svo vanir að flestum finnst lítið til koma þó hægt sé að hafa samband heim verandi sjálfur staddur í herbyrgi sínu borð í veltandi skipi 100 og 1000 sjómílna á hafi úti. Honum datt skyndilega hug að hringja heim áður hann að færi og legði sig og gerði. Allt samband hnökra og hindrun og laust. Hann færi hort á heimilisköttin mala í fangi frúarinnar fyrir mátt myndsímas og sér að heimilishundurinn liggur flatmagandi við fætur dótturinnar á
á sama andartaki og heimilisfólki sjálft upplifir andartakið og gerir svo óralangt í burtu. Í dag hafa fjarlægðir verið afnumdar þó þúsundir sjómílna aðskilji fólk. Allt komið á haus. Heyrum núna lagið hann Gústa Guðsmann í flutningi Gylfa Ægissonar og tökum á eftir nokkra sjómannastofur fyrir. Á Dýrafirði fæddist hann, þá eignuðumst við afreksmann og ættum það að muna alla tíð. Hann ungur fór að stunda sjó með sterkum höndum fiskan dró og stoltur hann við ægi á því stríð. Sjálfselskur hann aldrei var en alltaf var með huga þar sem enginn bjó og dauðinn hjó og skar. Í hjarta átt hann heita þrá, hann vildi lifa fyrir þá sem heimurinn á brjóstum sér ei bar. Á Akureyri Gústi var almættið hann ykki þar og átti við hann samtal á þeim stað. Þeir ræddum ungrið heimiti og hvernig mætti bjarga því ef hendur margra hjálpuðust þar að. En guð hann vissi að Gústa sál var góð, það var í leyndarmála, gott var ekki að finna slíka þjátt. Í útgerð hann því Gústa fékk og Gústi strax að þessu gekk. Gústi hafði krafta, vit og kjark. Hann keypti lítinn bát, frá Siglufirði réri hann út á hið bláa haf. Hann keypti lítinn bát og aflan sem hann drótti kristni boðs hann alltaf gaf. Sjálfur hann í bragga bjó, fannst þar fyrir söng og tók í barni sínu hjarta Gústi var. Og af því hann var oftast einn, það vissi aldrei neitt hvað ofta garði veðeigandan var. Á torgið oftan Gústi gekk og trúarittar fólki fékk, því trúna vildi Gústi sérhvern mann. Oft á því hann aðeins stóð, úr himnum heltist blóð, en engin áhrif hafði það á hann. Hann vissi hver að verki var sem vinsinn var að prófa þar og var ekki að rökva neitt í kút. Endir ræðunni var á og já til braggans gekk hann þá, en orðans voru lengi að deyja út. Hann keypti lítinn bát, frá Siglufirði réri hann út á hið bláa haf. Hann keypti lítinn bát og aflan sem hann drótti kristni boðs hann alltaf gaf. Sjálfur hann í bragga bjó, fannst hann fyrir söng og tók, í barni sínu hjarta Gústi var. Og af því hann var oftast einn, það vissi aldrei neitt hvað ofta garði veðeigandan var. Nú Gústi fallinn frá, farinn burtu himna á og dreigi sínu siglir þar í ró. Þeir útgerðina færðum set og ætla nú að leggja net í öllu hreinn og alveg sléttum sjó. En allan Gústi fær að eiga fyrir fórnir þar sem útgerðinni færðan jörðu á. Almættið þar hann sér, eins og fyrr í heimi hér, þeir hélt á hafið sigl og brá. Hann á opnum bát, oft á tíðum virtist hann en björninn ætíð fann. Þá var hann ekki einn, þá almættið við stjórnvöld sat Gústi aflan vann. Sigur við hann báti skýrði, útgerðinni drottni stýrði, ábúðinn til kristni boðsins rann. Ég út í heimi veit krakka sem eiga Gústa alltaf þakka, enda ég svo ljóðum hraustan mann. Ég út í heimi veit krakka sem eiga Gústa alltaf þakka, enda ég svo ljóðum hraustan mann. Boðskapur Jesú skýr. Hann fór á krossinn, dó þar, reis upp á þriðja degi og lifir í dag og merki hans sjáum við í kirkjunni, í verkum trúaðra manna og kvenna og svo framvegis og svo framvegis. Sjómenn gegndu lengi vel lykilhlutverki fyrir trúboð því að þeir voru aðilarnir sem að fluttu menn á milli staða þegar það var ekkert aðra leiðir að fara, þyrftu menn að fara á milli landa. Þar sem þeir komust ekki fótgangandi, fóru þeir með skipum og þá voru sjómennirnir sem áttu allan hlut þar. En þetta orðið svolítið breytt en breytir ekki því að sjómaðurinn þarf auðvitað að heyra Jesú og tileinka sér þetta nafni Jesú í sínu daglega lífi og daglega amstri og þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera hér. Skoðum part af sögu sjómannastofa. Árið 1979 voru nokkrar sjómannastofur enn starfræktar í landinu
Hluti sjómannastofana stóð á kristilegum grunni bæði í Reykjavík og á Ísafirði og máski fleiri stöðum einnig. Hvort sjómannastofa var á Siglufirði þekkir höfundur ekki. Siglfirðingar áttu þó sinn sjómannatrúboða nafni Guðmund Ágúst Gíslason, oftast nefndur Gústi Guðsmaður, sem lagahöfundurinn og söngvarinn Gylfi Ægisson gerði ódöðlegt lag. Kristileg sjómannaheimili voru þarna með, bæði í höfuðborginni og á Ísafirði, þar sem lengi var starfrækt sjómannastarf sem heitir Salem, en höfundur telur að sé ekki lengur starfrækt. Salem og Ísafirði gaf árið 1995 60 biblíur, 160 Nýja testamenti og 10 bækur með passíusálmunum, auk 150 hljómplatna og kassetta með kristilegum söngum. Reykjavík. Árið 1979 engin sjómannastofa rekin í höfuðborginni sem standi undir nafni sem sjómannastofa. Að áliti mannsins sem tók saman efnið málið og birti 1979 í Ægi og sá sem hér tala leyfi sér að vinna efnið sitt upp úr. Bent á kristilega sjómannastarfi sem það var til húsa að Vesturgötu 19, þar í bakhúsi, og að stofan sé aðeins haft opin frá klukkan 17 að degi til 19 og einstaka helgi. Á þessum árum hafði sjómannastarfi á Vesturgötunni staðið í 6 ár sem maður á nafni Sigurður Guðmundsson veitti forstöðu. Sjómannastofa þessi var í frekar litlu rými, aðeins 30 fermetrum, en með aðstöðu fyrir gesti sína til að skrifa bréf og nota síma. Munum að 1979 eru sendibréf enn nokkuð algeng meðal íslenskra sjómanna. Sími sem aðkomumenn gátu komist í var heldur ekki á hverju strái, en var eitt tólana sem menn sóttu í að nota og rak suma af þeim inn á þessar sjómannastofur. Tíma hafði hugtakið hringja heim annað vægi en síðar varð. Augljóslega var sjómannastofa að bjóða vissa þjónustu vildi hún standa undir nafni og draga sjómenn til sín. Var því eitthvað að vera hægt að sækja til að menn kæmu. Kristilega sjómannastarfi á Vesturgötu hafði grunnþjónustu upp á að bjóða. Bréf sem menn skrifuðu á staðnum svo starfið að póstleggja, bæði bréfritar Sagt var að talsveit var að menn settust við skriftir á kristilegu sjómannastofunni og sendu sínu fólki bréf og skildu eftir hjá starfsmanni. Kristilega sjómannastarfið á Vesturgötu stóð á þessum tíma að blaðaútgáfu sem heitir Vinur sjómannsins. Á þessum tíma, 1979, færiska sjómannaheimili í Brautarholtinu enn í byggingu. Bolungarvík. Frá árinu 1959 var til á Bolungarvík lesstofa sjómanna sem 1979 ennþá starfrækt og til húsa í félagsheimilinu þar í bæ. Hús þetta á Bolungarvík var vígt 1952 og sjómenn orðnir á einu máli að æskilegt væri fyrir þá að eiga sér samastað sem þeir gætu hist á, væri þeir í fríi. Hér sjáum við mynd af samfélagi sem menn vilja hafa. Reglan í þessu að sjómenn hittast mest borð í skipin sínum en minna í landi og þekkast því svo til einvörðungu gegnum starfsið. Sjómannaheimilin hugsun að breyta þessu. Sjómannadagurinn í Bolungarvík gerðist í aðila byggingu félagsheimilisins og fekk eitt herbyggi í húsinu og gaf nafni lesstofa sjómanna eins og fyrir greinir. Neskaupstaður. Þar í bæi var sjómannastofum hríðrekin en stóð í stuttan tíma. Reksturinn var hætt veturinn 1975-1976 samkvæmt upplýsingum frá þáverandi bæjarstjóra í Neskaupstað Loga Kristjánsinni. Húsnæði var tekið undir æskulýðs starfsemi. Hús sjómannastofunnar samanstóð af 2 stórum herbyggjum, þar var einnig eldhús, að sjá má að aðstæðan fyrir starfið þokkalegt. Var í sjómannastofunni veitingasala, töfl og spil og aðstæða til að rita bréf, sem þótti mikilvægt að hafa á svona stað. Einnig var það biljard. Að sögn Loga var stofan frekar lítinn notur og því lítill og engin grundvöllur til að reka hana lengur. Einnig skal haft í huga að minna var orðið öll aðkomuskip í Neskaupstað og tíma sjómannastofunar. Annað en var á meðan síldin flæddi þannig sali og ganga og allt var yfirfullt af aðkomufólki í bænum. Á það og bent að loðnuskipin sem komið stoppi stutt við
og sæki fastar en áður tíðkaðist. Logi bendir á að þrátt fyrir að sjómannastofan sé ekki lengur við lýði sé ýmislegt gert fyrir sjómenn og bent þessu til staðfestingar á að í bænum sé rekin veitingastofa og að kvikmyndir séu nokkuð reglulega sýndar í félagsheimilinu Egilsbúð. Seyðisfjörður. 1977 er hafinn á Seyðisfirði rekstur sjómannastofu og upplýsingar leitað hjá þáverandi framkvæmdastjóra Herðubreiðar Guðmundar Rúnars Lúðvíkssonar. Stofan er til húsa í byggingu félagsheimilsins Herðubreiðar og hafist handa við álmuna 1964 og henni enn ekki að fullu lokið 1977 er rekstur þessi byrjar. Salurinn er lítill og 100 fermetra. Þar var hægt að fá sér mólasopa, taka í spil og tefla. Í sömu álmu var bókasafn og lesstofa í tengslu við hana. Einnig fóru fram kvikmyndasýningar í Herðubreið. Samkvæmt upplýsingu Guðmundar Rúnars kemur fram að sjómannastofan var talsvert mikið notuð. Margir gestan höfðu þörf fyrir síma sem þar var, aðrir hiktu við og litu í blöð. Freka lítið var að menn kæmu og skrifuðu bréf, en eitthvað samt gert af því. Einn hængur var þá á, sem fór fyrir brjóst þeirra sem sáu, en það var brennivínsþambið inni sem svolítil vandræðist höfuðu stundum af fyrir starfsemina, þó öll áfengisneysla væri stranglega bönnuð. Stofan á Seyðisfirði var opin frá klukkan 10 til 22 kvöldið. 1977 er framkvæmdu við þessa starfsemi ekki enn lokið og pláss fyrir talsvert meira af húsgögnum, sófum og borðum og slíku. Einnig var hugur í mönnum að vera þarna með eldhús til hægt var að bjóða fólki upp á almennilegar veitingar. Sjá má að áhugi Seyðfirðinga er til staðar hvað þessa starfsemi varðar þó brennivínsþambið væri þeim sumum þyrnir í augum. Áhugaverð samantekt. Svona er ekki í dag og heyrist ekki mikið talað sérstakar sjómannastofur né hvort grundvöllur sé fyrir þær eða ekki. Samt er það svo að fólk hefur alltaf þörf fyrir hvort annað og mörgum finnst skemmtilegt að eiga sér samastað þar sem vinnufélag fá hist og jafnvel gamlir félagar til sjós rambi inn sem lengi störfuð saman til sjós en ekki lengi sést en gætu mögulega hist inn á sjómannastofu. En til þess að svo sé þarf hún að vera tiltæk. Erlendis voru og eru veglegar sjómannastofur reknar og sumar á kristilegum grunni. Höfundur mann að árið 1984 ráku miðaldra hollensk sjómannastofu í bæ þeim sem skipið lá við bryggju í Hollandi sem hann starfaði þá á. Hjónin höfðu til umráða stóra sendibíl með sætum í sem sóttu sjómenn og buðu til sín. Og gerðist þetta í tilviki þess sem hér talar að þessi ágætu hjón óku niður á höfn og buðu áhöfninu að koma til sín og eyða deginum á sjómannastofunni þeirra. Hvort kirkja væri á bakvið starfsemina þekkir höfundur ekki, né heldur grennslaðist neitt fyrir það. Sjálfur fór höfundur ásamt nokkrum öðrum áhafnarmeðlum og upplifði á sinn hátt eftirminnilega ferð. Máski að minni staðista atvikið í ferðinni sé hve honum leið vel innan þessi hreint prýðis hjón sem voru ekkert nema kurteisin og almennileitin. Afskaplega notalegt fólk í minningunni. Þarna dvöldu við góða stund og enginn eitt að flýta sér. Jafnvel svo ölþyrstast í hópnum satt á sér og beð með að fá sér bjórglas fyrir en eftir veru sína á ágætri sjómannastofunni. Hvort hægt væri að kaupa sér ölglas á staðnum mann höfundur ekki en minnir að svo hafi verið. Gos og kaffi hins vegar stóð mönnum til boða. Svo mikið mann hann. Á leiðinni tilbaka voru allir sammála að stundin hefði verið bara fín. Við svo vorum á leiðinni til skips má segja að við höfum gengið beint úr dýrðinni og Guðs umhverfinu inn í sjálft syndabælið. Á einu stað í bakaleiðinni gengum við götu þar sem fáklæddar konur sátu í gluggum með rautt ljós yfir sér og buðu fram blíðu sína gegn gjaldi, sem enginn okkar þáði svo það sé skýrt ekki fram. Allt saman svo litlar öfgar, en er ekki umhverfu okkar og líf og köflum allt meira og minna merkt alls konar öfgum. Sett ég inn til gamans. Umfjöllun togarann Gylfa B16 frá Patreksfirði. Vitað er að öll hugsun fólks fylgir mikið tíðaranda sem með árunum breytist.
Það sem eitt sinn þótti merkilegast af öllu merkilegu missir vægi sitt og víkur fyrir öðru, allt þekkt. Fyrir meira en 50 árum í þessu landi snerist líf fólks að mestu leyti fiskin í sjónum og hefur svo verið frá landnámi. Nær dró árinu 1970 fyrir að bóla á annars konar hugsun en verið hafði og vex fiskur hrygg. Uppbyggingu iðnaðarframleiðslunnar. Síldarhrunið 1968 gaf þeirri skoðun hressilegan byr undir vængina. 1968 eru framkvæmdir við álverið í Straumsvík komnar vel á veg sem, eins og vitað er fyrsta stóriðjan sem hér reis. Mestallur iðnaður var í þessu landi beintengdur sjávarútvegi. Fjöldi skipasmíðastöðvar risu og þær dreifðust vítt og breitt landið. Í kjölfar fyrstu togarana upp úr aldamótunum 1900 kom grúi vélsmiða til að þjónusta fiskiskipaflotann. Togari í hvert pláss var málið. Með þessum hætti var tíðarendin í þann tíð. Togari afkastamikið verkfæri sem muna fyrir byggðirnar. Þá má máski segja að hafi á vissan hátt verið sín stóriðja. Togari bæði fékk skafað sjómönnum atvinnu, færði frystihúsinu hráefni, sem sjálft hafði fjölda starfsmann á sínum snærum og því ljóst að togari sem ekki gerði sitt eða tilstóð að senda burtuplássinu vakti umtal og fólki áhyggjur. Rekstur togara var fyrir íbúa afkoma. Tíðarandi 1962 merktur hafinu. Einnig staðir sem ekki nutu síldar æðisins. Á þessum árum ennþá við lýði sá siður fólks að flykkjast niður á bryggju togari lét úr höfn og sigldi til hafs og ekki bundi við að þekkja áhafna meðlimi. Eina fólki sem kemur nú eru skyldmenni sjómanna. Í frétt sem birtist í einu dagblaðinu frá því í mars árið 1962 kemur fram að til standi að leigja togarann Gylfa BA16 eins og í upphafi voru einkennistöfur hans, gerðum út frá Patreksfirði til Færeyja. Að sjá togaraverkfall í gangi og mögulega kveikjan að hugmynd útgerðarmanna sem máski vildu losast undan krumlu verkfallsins með slíkri aðgerð. Skiljanleg afstaða. Að áliti höfundar umfjöllunin málið og hvernig blaðið nálgast efnivið líka sagan á bak við hugar þeir fólk frá þessu tíma sem segir nokkuð tíðaranda þann sem það ríkti og kveikjan að áhuga höfundar að fjalla málið á þennan veg því þetta sýnir vel hvað menn séu tilbúnir til að verja og hafa fyrir að halda í sem einnig breytingum undir orpið. Sem sagt, blaðið komst á snoður gegnum einn vaktmann Gylfa BA, segir téðir í frétt, að til landsins væntanleg færeysk samninganefnd til að fjalla leiguna og gera samning að leigja skipi tiltekinn tíma. Gert ráð fyrir að skipinu fylgi flaggskipstjóri, eins og segir í blaðinu, líklega átt við fiskiskipstjóra sem fyrirkoma væru sendir með skipum sem leigð voru og eða seld. Og að fyrsti vélstjóri borð yrði Íslendingur en aðrir áhafnir meðlimir færeyskir. Við sjáum að menn hér heima láta sér málið varða og hugsa afkomu fólksins í til að mynda plássinu sem í grunninn aflið sem fær tiltekið blað til að afla frekari frétta. Sagt að samvinnufélagi Færeyjum muni leigja skipi sem blaðið telur vera fullgilda ástæðu fyrir sig að afla sér frekari upplýsinga sannleiksgildi fréttarinnar. Við sjáum að misjafnt hvað menn telji fréttan sem tíðarandi hverju sinni ræður öllu Svona gerist ekki í dag og varla sjávarútvegurinn komist lengur á blað. Samt allt fullt af fréttum, bara öðrum fréttum. Greinilega kemur fram af lesturunum að þeir sem fjalli málið líta leigu togarans grafalvarlegum augum fyrir auðvitað afkomu fólksins. Menn í þann tíð skildu gildi eins togara fyrir eitt byggðarlag. Vissu og þekktu tengingu fólksins við hafið og voru sjálfur undir sömu kvöð. Allt vegna tíðarandans sem þá gilti. Allir tímar hafa sinn eigin tíðaranda sem stjórnar hugsunum fjöldans og hvað uppi hverju sinni og þannig bara það. Fréttamaður sem vann fréttina
leitar næst hófana hjá forstjóra útgerðarfélagsins sem gerði Gylfa BA16 út en fær loðinn svörum að allt sé enn á frumstigi og enn sé ekki búið að sækja nein leyfi til yfirvalda og að án leyfis þaðan skeiði ekki neitt. Sem sagt, ekkert fast í hendi. Heldur leit blaðsins áfram og hringt út til Færeyja og þar í nafngreindan einstakling erinda. Komast til botns í málinu. Sá virtist ekkert hafa málið að segja, en getur þess þó að heima sé verkfall sem segir okkur það að hafi ýtt á útgerðina að fara leiði leigu með skipið ef mögulegt væri. Höfum hugfast hér að þótt síldin tröllriði landi og þjóð voru mörg sjávarpláss fjarri því gamni. Þar mætti fólki annað umhverfi og talsvert dauflegra en þekktist í lífi því sem af síldarverkuninni kviknaði í bæjunum sem hreinlega fylltist aðkomu fólki og sem allt í blómstraði sem blómstra gat. Hvort Færeyingar tóku botnvörpringi Gylfa BA16 á leigu þekkir höfundur ekki en telur að svo sé ekki, samt sagt óábyrgt. Hafi samningur tekist ljóst að skipið var ekki lengi í rekstri ytra því fram kemur að hreðfrystihúsið Norðurtangi og Ísafirði gerir í september 64 leigusamning við Gylfa HF á Patreksfirði að skipið leggja allan afla sinn upp hjá þeim fram á vorið 1965. Hafi þó skipið legið við bryggju á Patreksfirði í 1 ár aðgerðalaust. Ástæðan eru fjárhagslegir erfiðleikar félagsins sem ekki treysti sér í nauðsynlega viðgerðir á skipinu. Að því koma að ráðist var í þær og þær kláraðar og skipið gert fært að stunda áfram veiðar og hraðfrystihúsið í Norðurtangi tryggður afli þess til vorsins 1965. Fleiri fréttir af togaranum Gylfa BA16. Átakaveður var í landinu tíma í janúarmánuði 1966. Togarinn Gylfi BA16 lá við ankeri austan við Vatneyrina. Dró skipið að legunni án þess að ankerisfestar gæfi sig og rak mannlaust út fjörðinn. Vegna veðurofsans gátu menn í landi ekkert aðhafst. Morgunin tilkynnti bresku togari strandstöð að Gylfi ræki ljóslaus út fjörðinn. Óttuðust menn að skipið ræki á land og strandaði til dæmis við Hafnarmúla. Hádegisbilið hugðust menn reyna að sækja togarann. Verkið greinilega tókst því Gylfi var lengi eftir þetta gerður út. Hvort búið væri að leggja Gylfa BA hann lá í Vatnseyrinni, stjóra segir ekkert en vitað að tími síldarævintýrisins á Íslandi var togarað útgerðinni afskaplega erfiður kafli sökum manneklu. Til Hafnarfjarðar kom Gylfi BA16 í kringum 1970 og fékk nafni Hauganesskegg 3 og gerður út þaðan í nokkur ár. 18. febrúar 1973 slitnaði Hauganes frá bryggju í Hafnarfirði og var þá búið að leggja skipinu. Leiðindaveður ríkti þennan dag og rak skipið upp að Fjarðargötunni og strandaði. Eftir veru sína í Hafnarfirði var togarinn ekki lengur í rekstri. Enda tími skuttogarinn runnu og síðutogarinn komin í úreldingu. Togarinn Sólborg IS frá Ísafirði sem tíma hafði legið á legunni á Viðeyjarsundi reif sig lausa og var ekki vitað hvort legufærin hefði slitnað eða festan í botni gefið sig og rak Sólborg og strandaði í fjörunni. Á þessu tíma hafði ríkissjóður yfirtekið skipið. Í verkahring tryggingafélagsins sem tryggði skipið var að sjá björgun Sólborgar. Skipinu var bjargað á flot og komið aftur fyrir á legunu þar sem það áður hafði legið. Tilboð kom í Sólborgina frá þeim Grikkjum í september 1964. Reiknar höfundur með að tilboði Grikkjana hafi verið tekið og Sólborg, sem var síðasti nýsköpunartogari sem smíðað var fyrir Íslendinga og þeirra stærstur, hafa endað hjá þeim eins og margir íslenskir nýsköpunartogarar gerðu. Meira togarann Gylfa BA16. Í mars 1967 berast enn fréttir af togaranum Gylfa, sem þá hafði verið seldur til Siglufjarðar og Siglufirðingar hugðust gera út til síldveiða. Nýju eigendurnir eru Sjávarborg frá Siglufirði. Togarinn Gylfi var 700 tonna skip og langsamlega stærst allra síldveiðiskipa
sem þá veittu undir íslensku fána. Vélar allar yrðu að sögn nýju eigendana yfirfarnar hér heima en nauðsynlega breytingar á skipinu gerðar í Noregi í maí sama ár. Áætlanir gerðu ráð fyrir að skipið hæfi síldveiðar í ágúst eða september 1967 og gæti borið á milli 7 og 8.000 tunnur af síld í ferð. Hvort Gylfi B.A. stundaði síldveiðar mann höfundur ekki eftir að hafa heyrt neitt þó til hafi staðið. Siglfirðinga eignast togarann var Gylfi B.A. 16 kominn í eigu ríkissjóðs og hafði verið hríð. Með í fréttinni segir að togarinn Gylfi verði þá annar íslenskur togari sem stundi í síldveiðar og sé hinn Þorsteinn Þorskabítur sem fékk nafnið Sigurey, en talsvert minna og 500 tonna stærð. Hvort Sigurey sé sama skip og Jón Kjartansson SU-111 sem sökk á 8. áratug seinustu aldar skal ósatt látið en stærðin svipuð. Kæri sjómenn, Kristur málið og hann hefur ýmislegt við okkur að segja og vill að við vitum og veltum fyrir okkur. Kristur sá sem fór á krossinn, hann dó á krossinum og leið. Hann gerði þetta til að bjarga okkur frá dauða sem að syndin hellti yfir okkur. Við báðum ekki en gerðist. Hann sá sem að koma öllu í gott lag aftur en við þurfum að fylgja og tilheyra. Sá sem á hann í hjarta sínu hólpinn. Hann getur farið frjáls ferða sinna. Allir sem ekki vilja þýðast hann áfram fangar. Og það mikill munur á því að vera frjáls maður eða fangi, það þekki allir. Hann gaf okkur val, hann sagði setningar sem við getum lært af. Hann vill að við lærum af því sem hann hefur að segja, því orðin hans eru góð, þau eru gagnleg, þau eru fyrir mig. Síðan það spurningin, hvað vill ég? Vil ég þýðast hann eða vil ég gera eitthvað annað? Ég hold og ég andi. Andinn segir mér að þýðast Guð. Holdið mitt vill ekkert með Guð gera. Þetta reiptog á milli. Og alltaf sama spurningin, hvort verður ofan á, Guð eða andi minn? Holdið vill syndga, það vill tala ljót orð. Andi Guðs fyrirlítur öll þessi ljótu orð mín og vill koma í veg fyrir þau. En Guð gaf mér frjálsan vilja. Hann leyfir mér að velja hvernig ég lifi. Hann leyfir mér að stjórna því hvernig ég tala. En gefur mér kennslu sem að hjálpa mér við að velja rétt. Og alltaf þegar Guðs orð þá hef ég valið rétt. En stundum vel ég ekki Guðs orð. Þá segir trúi mér að í dag hafi ég valið rangt og það vekur mér samviskubit. Og samviskubitið frá Guði komið. Samviskubitið því gott svo langt sem það nær. Án samviskubits væri ég oftar að fremja eitthvað sem ég vildi ekki gera. Án samviskubits geti ég gert ýmislegt sem að hryggi trúna. Og þegar trúin hrygg, þá var andi Guðs og hryggur. Gangan með Guði,
Hún kennir mér að hryggja ekki anda Guðs. Ganga mín segir mér að ég að gera vilja Guðs. Þetta lærist með tímanum og hraðar hjá þeim sem eru ástundunarsamir. Trúin hvetur mig til að vera ekki að slugsast með mína trú. Trúin segir mér að trúin gagnist allstaðar. Trúin segir mér að hvar sem ég þar sé hún, líka út á sjó. Margt í trúnni segir mér, lofaðu Krist í dag. Og það það sem ég vil hvetja sjómenn til að gera, lofa Krist í dag, því hann einn verður. Góðar stundir, systkini, borð í skipunum íslensku, Guð blessi ykkur. Drottni og depurð ég kveð, dvelur ekki hjarta manns. Ekki hugsa góði gleði sem var, gakktu í deginum núna. Margt sem áður gerðist, það gaf ekki svar, gerðu það sem eykur þér trúna. Ekki hugsa góði gleði sem var, gakktu í deginum núna. Margt sem áður gerðist, það gaf ekki svar, gerðu það sem eykur þér trúna. Sjómaður á hafi úti hefur jafnmikla þörf fyrir Guð og Jesú eins og við sem erum í landi og þetta fyrir alla, ekki bara einhverja fáa, þetta fyrir alla, þetta getur gagnast öllum sem það bara vilja, í Jesú nafni.